hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þannig erum við. Herri strákar, ég ætla ekki að byrja á íslensku nú. Af því að háum er stærra nú. Þannig að við þurfum að pæla í því. Byrjum á háum. Ok, ég er til í það. Ég er til í það. Þú þekkir mig og Ertu til í það? Ég er til í það. Til í allt, til í allt. Til í allt og til í allt. Fóruð þið á Frikka Dórstónleikana? Nei, ég komst ekki. En ég er að spája að fara á ekki Hörpunni. Birgir svona alltaf frægur til þess að gera fólki einhverjum greiða. Já, einmitt. Hvað sagði, ertu? Ég held að sé Hörpunni. Hún er Birgir þig. Frikitor. Já, með Sinfo, já. Það er svona að maður verður honum dóttir stór, þá getur maður ekki gert fólki Nei, greiða. maður hætti það. Maður Hann hefur var aldrei. ekki baðum að taka Pepsi Max fyrir alla. Já. Varst eftir hann baðum það. Hann er náttúrulega. Þetta er alveg. Herru, við hendum þessi í gang. Þið vakti tjattið fyrir mig. Já, Já. Það er eiginlega ekkert betra en tjattið. já. Ég er fyrsta skipti lifandi í þessu. Í þessu? Já. Já. Það er alveg nýjung, sko. Er það ekki? Jú. Jú. Það er alveg svona, það er alveg aðeins öðru sér, sko. Maður þarf að vanda Já. sig. Að setja þetta inn á, Og svo, Hvað er góð staður til að setja þetta á? live. Svona er þetta. Já, við erum Herru, og maður 5 lið sem þú heldur. Aha. Ha, nei, 5 lið sem að hafa komið komið mér á óvart. sem betri en þú helst. Hvar eru gleraugun hér var? Mm. Það er koma spurningina, hvar eru gleraugun? Er ekki bara eðlilegt að Strákar, Kári er ekki heima. Það er að svara. Ha? Þetta hef ég ekki séð. Þetta er bara ekki, veitu, vá. Þetta var svakast. Þetta er CIA stöð. Já, Þetta er CIA. það var að svara dýrafjöllinni með á sér. Oh, sweet. Ég er með. Shit. CIA, bro. Ja, þetta er gott, þetta er betra. Shit, búin að bæta við bro inn í þetta. Já, CIA, bro. Ég nota bro mjög mikið. Já. Herru, er ég mikið að tala niður? Já. Ég er ekki vanur svona mikrofónum. Nei, gott er að Ziggy heldur mér á tónum.
ætla Hjammin og Hjör að mæta á Derby del Suðurnesjabæ í kvöld, Hjörvar sem fulltrúi Suðurnesjuna og Hjammi sem fulltrúi gamla skólans. Hann er aldrei að vita. Hann í kvöld. Býtu, er Njarðvík Grindavík í kvöld? Hann er í kvöld, já. Vá. Það liggur þessi of mikið í gangi. Nei, Njarðvík Leiknir. Nei. Jú. Jú, það er Njarðvík Leiknir. Já. Það er rosalegt kvöld í kvöld. Þeir eru ekki að tala Derby del Suðurnesjabær. Lilla multitaskið þegar Hjörvar. Býtu, Derby del Suðurnesjabær, hann er ekki að tala Njarðvík Leikni. Erum við alveg sleiktir eða? Derby del Suðurnesjabæ. Nei, það er hérna Víðir Reynir Sandgerði. Þú náttúrulega þekkir ekki landsbyggðin. Það er Víðir Reynir Sandgerði. Þess að fara. Já, mitt. Guðminn almáttur. Hvað meinar þú? Vöndum okkur. Guðminn almáttur. Aja. Nei, Gunni, þetta var alvöru. Þetta var alvöru fumbo. Þetta var alvöru fumbo. Það er ekki Suðurnesjabæ. Aja. Öðruvísi mér. Já, ég þekki alveg Suðurnesjabæ. Maggi Stef, stórvinu minn, var bæjarstjóri þarna í 12 ár held ég. Við skulum draga fram, kannski það fer ekki vel í Sandgerðinga að draga hann fram. Jú, hann gerði, nei. Það endaði ósköpum. Ég og Gretar maður ekki sáttir. Þetta er gott þetta. Hvað ætla Hjammi að halda aftur quiz í smálinn næstur eða 25 gráður og sól. Þeir gæti ekki fyrir verið það. Það var besta viður ásins. Já, með þetta quiz. Já, mæting. Gott, stráðar. Sorry, Sendri, ég tekið á mig. Senda þetta í gang. Já, við hendum þessu allt saman í gang. Nei, þetta er alltaf við Sandgerðingar veljum ekki. Suðurnesin ekki sem landsbyggð, sko. Þetta er hálftíma frá miðbæri Reykjavík. Frábær punktur. Nei, það er bara mín skoðun. Þú er alveg rétt á henni. Já, takk. Umröð skoðun samt. Það er ok. Ég byrjaði þetta alltaf á þungum hníf. Ég hef svona verið að setja HM-lagið inn hér og þar. Massív tilkynning hérna í byrjun þáttar. Dr. Fútból er búin að búa til A Chocolate. Þetta er plata ásins. Vá, þetta er Dr. Fútból. Já, það þarf að hrósa. Ég verð að segja til hamingju Hjörvar. Já, þetta var stórkostlega gert. Já, og það er mikið þetta með vesli Dr. Fútból Doc-plötuna. Smakkaðu kunni minn. Svo erum við með leik inn á Dr. Fútból leikmenn. Ég ætla að bjóða einhverjum hefnum út, það er að segja í nóvember, á leika á enska boltanum, getur valið hvaða deild það er, saman hvað það, þú veist, hafa í Norður Englandi og heldum Arsenal eða Chelsea, hvað það bara velur út í leik. Eða mátt velja hvaða deild sem er. Farið inn á Dr. Fútból leikmenn sýnið það sem þeir að vesla, þetta kostar bara 550 kall. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er rík, sko, I created this myself. Ég er búin að geta nammi núna í rúm 40 ár. Yeah, bro. Já, gaman að heyra þessi viðbröð frá ég er líka með svona gamlingja útlita á þessu. Þetta er ekta sem mammikar myndir kaupa. Engi stælar, hinni krakkarnir, Solveig Diego og hvað heitir náttur? Rapparinn. Já, Kópavoginum. Hann er úr Hveragerði. Hann Hnetusmjör úr Hveragerði. Hnetusmjör úr Hveragerði er líka að reyna að gera eitthvað, þannig að endilega fylgist þið með því. Eldgamli Carlsberg, vissuðu það að áður en Carlsberg kom fram á sjónasviðið þá var ekkert pH-gildi til. Það voru þeir sem bjuggu til pH-gildi. Þú hlustaðir á þetta með mér, Hjálmar? Já, ég man ekkert allt svona. Nei. Ég fjall sko í MS tvisar og FB. Þetta er sko Carlsbergin. Það eru 2 lönd í heiminu sem eru að glíma á offitu, Ísland og Bandaríkin, og bæði seljaðu light. Hinnum löndunum færði ekki light. Það er mjög áhugavert. Það er alveg áhugavert og þess vegna eru alltaf fleiri og fleiri komnir í eldgamla Carlsberg. Já. Það held ég, tjattið er lifandi hjá okkur, gaman yfir HM að vera aðeins með tjattið. Ég er á leiðin til Miami með Epic. Þá tökum við nú bara upp í lokuðu dimmu hótelherbergi og hendum þessu út þaðan. Og svo sem geti það ekki verið live á YouTube. Ein spurning hérna Hjörvar meðvitaður að Kolla Sínast sem er búin að leggja upp fleiri mörk á HM en Bruno Fernandes. Já, ég meðvitaður það. Ég var líka samglaðist Kolla Sínast hann á alltaf mína virðingu eftir hann réðist á hnífamennina. Það var rosa. Geðveikt. Talandi geðveikt. Tilbúðin á Dominos núna bæði heimsend og sent.
þá færðu fótbolta pakka með þessu. Þeir eru að taka HM alla leið. Þú getur ekki sagt Dominos án að segja Er ekki örugglega búið að græja einhvern reysa díl á Birkjum og Sævarsson og Afturhaldíku? Ég ætla nú rétt að vona það. Það væri galið að nota hann ekki í næstu auglýsingaherferð. Hann er líka, þú veist að því hann er alltaf ripped to shreds. Þetta er eina fjölskyldan á landinu þar sem að fita límist ekki á þetta fólk. Rosalegt, form á sér fjölskyld. Ég horfði á Gulla Gull, ég horfði á hann borða 3 kleinurringi sem kvöldmat á eins að kalda einhvern tímann þegar við fórum saman á orkumóti í Vestmannaeyjum. Bara hlæðandi, skemmtilegandi. Faðmaði svo alla held ég inn á staðnum. Þvílíkur kóngur. Það vantar ekkert upp á það. Nú, ég ætla fanlove. Takk hérna. 3 hjörtu. Fitnessport. Sko, þitt samband við Svavar-Gunni, það er einhvern veginn aftur að vera til eitthvað kærleikur þarna. Já. Og hann... Peptíðar. Já, og hann setti mig á eitt sem að var mjög stórt, fór síðan í smá lægð. Það er hydroxykoti. Ertu komið þangað? Ég er komin aftur það. Já, takk fyrir það. Ég mættur á hydroxykoti, ég drekk þetta allan dagann. Já, og þú þarft ekki að bústa testan því að þú rakar það á mótnana og þú er komið skegg í hátteginu. Í hátteginu þá er ég komið svona einhverja brotta. Á Dr. Fútból með 50% afslátt fyrir alla sem að vesla hjá Tjekklandbyrður að skoðun og segja að Dr. Fútból hafi sendt sig þangað strákar. Ég ætla bara að hendi í spurninguna frá með tölvutek. Veistu hvað er til í tölvutek sem allir þurfa? Alvöru hleðslubanki. Heyrðu. Það er svo mikilvægt eða þetta og þú ert að vera til Miami. Heyrðu, briljant, þú myndum á þetta. Tölvutek, Geðvegt. aldrei, mig veg. Ég mæli með, það er pottið til í tölvutek, að vera með áfasta snúru. Þurfa ekki alltaf að vera með sína snúru. Vera með hleðslubanka sem er með snúru. Þeir eru snillingar í þessu. Þeir eru með snillingar í þessu. Spurningin eftir það, hvaða maður hefur skorað flest mörk í einu leik á HM? Fyrir hvaða lið skoraði það og gegn hverjum? Flest mörk í einu leik á HM? Já. Bara hendur okkur fljótlega síðan í þetta allt saman. Bítu. Það var eitthvað með 4 hérna. Ég held að séu 4 mörk. Er það ekki 5? Ekki var það Fontan? Það er 5 mörk. Var það 5 mörk? Nei. Var ekki Fontan? Hvað með eina vísbendingu? Er þetta gamalt eða? Er þetta lið má ekki spila á HM í dag? Þá er þetta Rússland. Og þá er þetta... Það má þú taka þetta bara. Nei, bítu, þá... Er þetta gamalt eða nýtt? Þetta er nýtt fyrir þér en gamalt fyrir einhverjum. Þetta er Oleg Salenko. Ég ætla að segja, þetta er Oleg, ég mun ekki eftirnafnið. Það tókst það af mér, en það er svo þær. Það er svo þær. Þú tókst þetta á honum. Ég tók þetta á honum. Bjóstu við þér? Oleg Salenko. Sko, móti hverjum var þetta? Þetta var móti Kamerún. Svo var svo gaman að Roger Mía skoraði og tók samt dansinn og allan pakkan langt undir og heimurinn dansaði með. Þarna mætti samt stífleikin og svo léttleikin. Já. Eða Páranka. Já. Páranka. Er þið til að Páranka með meistara David Beckham og Lace? Yes, sir. Gerum það. 5 lið sem að eru betri en Gunnar Birgisson hélt fyrir HM. Já, ekkert Lace, engin leikur, engin Gunni, ekkert Párank. Það er svolítið svo leis. Það er svolítið þannig og gotum með þessi 5 lið sem eru betri en þú helst gjör svo vel Gunnar og vonandi eldast þessi teik þín vel. Númer 5 er Ástralía. Já. Ég bjóst ekki við að þeir myndu taka Tyrkina bara þægilega í fyrsta leik. Nei, en þetta geti snögg úlnað í kvöld. Í kvöld. Já. Þetta er helviti, já, ok. Hann er kaldur. Já, en ég kemur aðeins í ljós að ég tvítir ekki með þess þar. Ég ætla að fara í númer 4. Já. Þar ætla ég að fara í Norðmennina. Já, er þið betri um hér? Já, þú veist. Hvernig þá? Mér fannst það ekki spennandi þannig í fyrsta leik. Ég veit að það er unni 4-1, en mér finnst þessi vörn, hún er alveg rosalega tæp. Rosalega. Já, ég bjóst eiginlega alveg eins við því að, þeir myndu bara einhvern veginn tapa þessu leik, sko. Og ég, Það var samt aldrei að fara að gerast. Þú bjóst til einhvern frasa vörnina þeirra. Já. Hvað sagður aftur á Facebooku sín? Sagður þetta, já, gata sikti. Já. Það væri svo gata sikti. Það var... Ég var nú bara í eldursunni, svo ég gata siktið og ég laði þetta saman. Vörnina er svo gata sikti. Já. Þeir eru betur en þú hérst. Já, og þú veist... Var ekki það bara Haaland bara einhvern veginn? Jú, hann var mjög onitt. Hann var mjög onitt. Herru, þriðja, það er alltaf þessi England. Já, betur en þú hérst. Já, þeir eru betur en ég held. Já, þetta er skemmtilegt. Já, ég meina... Mér finnst þetta gott. Mér fannst í raun og veru... Mér finnst það næst besta frammistaðan í fyrstu umferðinni, England á móti Króatíu. Já.
Mér finnst þetta frábærir. Mér fannst kannski eina sem ég sett spurningverki við bara hjarta varnarinnar. Þeir ógnuðu ekki mikið Króatarnir en skoruðu samt 2 mörk. Einmitt. Úr frekar lágu XG, svona þannig, sko. Litli maðurinn í markinu átt að verja fyrir markið. Nei, finnst þér það? Já. Ég ætla að fá að vera ósammála því. Mér finnst þetta bara frábærlega skotið. Ég veist bara hvar boltinn fer í markið, þá af því að ég veit hvað Pickford er góður. En þú býst samt aldrei við því að hann krullan út fyrir, bara, með hægri í fjærhornið. þú voru tilbúin fyrir allt fyrir markinu. Já. Það er nefnilega þannig. Sammála að vera sammála þar. Já, nummer 2. Númer 2 eru Kanadamennir. Já. En ertu þá ekki núna svolítið reaksjón núna eftir gerð? Já. Nei, ok. Mér fannst þeir líka flottir í fyrsta leik þótt fyrir að þeir hafi bara labbað burt með 1 stig. Já. Ég held að Kanada geta alveg gert hluti á þessu móti. Já, ég held að eini mann sem getur komið veg fyrir það er Jesse Mars. Ég hef klúðraði þessu einhvern veginn. Ég svakalega lítinn smekk fyrir hann. Rosalega lítinn. Sástu þegar hann tók hérna, hvað var hann að gera? Já. Hann einhvern veginn er að taka einhvern veginn svona all headline-ið. Já. Þetta er hann að mýmið, getið þið fundið mýmið af gæðina sem er að horfa í speilin og go in there and make this about yourself. Já. Þetta er það er mím, ángrís, það er bara frábært. Herðu, nummer 1 er, það var ekki einu sinni vafi á því, það er Bandaríkin. Já. Það er bara, ég hafði svo svag, mér er eiginlega sama hversu góðir eða slagir Paraguay menn eru. Já, mér finnst þetta áhugavert, við rættum þetta síðast. Já. Arfa slaka Paraguay menn fyrir. Já, ég meina, þú veist, það kemur í ljós bara, en þessi framistæði hafði mér fyrsta leik og svona sóknar sérstaklega, sem að var náttúrulega það sem var spenntastu fyrir í þessu bandaríska liði, Pulisic og hérna Balogun og hérna Dest, Weston McKennie leit bara út bara eins og Prime Savi þarna á miðunni, sko, þannig að hérna Mér skrítið að sjá ekki Fílabeinsströndina hana, top 5. Já, ég er sammála því. Það var einmitt liðið sem ég hugsaði líka. Því að hvernig þeir tóku Ekvadorana sem var svona... Frábært lið. Já. Þannig að, en ég ber alltaf virðingu fyrir öllum skoðunum Marokko Birgissonar. Marokko kannski ekki hægt að segja, kannski sé betri um í heldum. Þegar við byggum svo sem alveg við að vera góðir. Já, ég býst alveg við því að hérna... Ég býst við Marokko góðum. Já. Það er flottu listi. Takk. Þetta var glæsilegu listi, þetta var gaman að fá þetta. Ég ætla líka að segja að Dr. Kongo voru betri í held. Já, þá getum við alveg talað um hérna grænhöða líka. Já, en mér finnst Dr. Kongo bara líka, þú veist svona, þeir voru með eitthvað smá plan fram á við og hérna meira unit en í held. Já. Það held ég. Förum að HM. Já, það var stuði í gær á HM. Ert þú að spila golf með fólki sem að kann ekki reglurnar? Farðu með þau inn á vörð og taktu þátt í regluverðinum og lærðu að spila golf þar og þú getur unnið ferð fyrir 4 til Spánar. Gjöru þið svo vel. Þetta er óþolandi að spila með fólki. Ég spilaði með manni þar sem hann fór út fyrir hvítustikuna og ég var að reyna að vera nettur og svona og ég sagði við hann, heyrðu, þú ert átt. Hann bara, já, heyrðu, þetta er bara eina réttur utan. Nei. Ég sagði, heyrðu, ég nenni ekki að leiður og hvað, en þú veist, svona er bara, þú slærði ekki út átt. Það færði að endur tekur höggið. Og þá var maður bara svona, komin einhver leiðindi, þegar það var bara svona, ég held bara að engum manni ditt í huga að vera lægja sláangstar sem út átt. Það er vitleisa. Þannig að, ég held að sé mjög mikilvægt að vörður er að vinna mikilvægt starf þarna. Ég hef tekið þetta mörg ári röð hjá verði. Ég fæ alltaf hæstu einhvern. Já, til að mikið með það. Takk. Það er ekta að þú að fá hæstu einhverjum. Við skulum byrja þetta strax í A-riðlinum þar sem að Mexico er í frábærum málum og í Guadalajara í gær unnu Suður Kóreumenn, þar að segja í nótt þar sem að Romo skoraði sigurmarkið, Luis Romo með sigurmarkið eftir skelvingarmistök hjá markverði Kóreumanna. Þetta var rosalega vonbrigði þessi leikur. Já. Ég veit ekki hvað, ég var eitthvað búin að hæpa mig upp í þennan leikur, ég held að þetta alveg geggjaður leikur, þetta var hrikalega vonbrigði. Sko, það eru sömur sem fíla, aðri sem hata af því að kalla spaða spaða. Jú. Ætli þetta hafi verið ómerkilegasti leikdagur í sögu HM í gær. Bara svona að því að ég er með spaðan á lofti. Sko, ég hugsaði það fyrirfram. Nei, þetta er alveg fínir leikir. Ég hugsaði, fyrirfram, þegar maður horfði á þessa leiki, að þá er einhvern veginn svona ekkert liðarna sem að hreyfir eitthvað virkilega við mann. Ég var samt alveg mega spenntur fyrir Mexiko og Suður-Kóreu. Já, ertu þá að taka með Úsbekistan, Kólumbíu? Ertu að taka með síðustu nótt líka? Nei, ég er bara að tala um frá Tékkland, Suður-Afríku. Af því að ég er bara að kalla spaða sem er kannski ekki, kannski má ekki. Þú eru gagnrýndur fyrir það. Já, en sko, ég nenni ekkert sérstaklega að dvelja við hennan leik. Þannig, sko,
Pabbi tími, við erum átt að tala hvað hann miskunnarlaus og ég meina Hyun Min Song. Já. Það var alltaf svona, kannski barnalegt, en þetta var nú eiginlega minn svona uppbúðasleikmaður. Svona mjög nált í svona ekki mínu liði. Nei, ég veit hvað við, en þú getur ekki afskriðan eftir 2 leiki. Nei, ég bara hef búið svona smá 2 ár, 3 ár. Hann búin að spila 13 leiki í MLS-deildinni og ekki skora mark. Þannig að þú veist, það bara, við skulum alveg bara kalla spaða Nú býta alltaf þú líka bara kalla spaða? Já. Ok, allir með spaðan á loftinu. En hérna, ef við fyrir síðan í hinleikin, leikur sem ég veit að þjóðum var spennt fyrir, það var Tékkland-Suður-Afrika. Já. Og sko, náttúrulega ég og bara konur það úti, ég er með nýtt súkkulaði og til hamingju með daginn, 19. júní. Þetta er dagur sem skiptir mig máli og á að skipta ykkur líka máli. Það er 19. júní. Já. Ok. Hann á að skipta ykkur máli. Hann á líka að skipta ykkur máli og það var kona að dæma hann leiki í gær og hún var reyndar ekki upp á sitt besta, það var að segja þetta svo en hún dæmir þetta víti sem var rétt sem Suður Afrika fekk. Þetta var einn allélegasti leikurinn á mótunum hingað til. Hræðilegt fyrir. Suður Afrika eru samt betri ég held. Já. Miklu Að held, svo annað. Ég held bara að það sem er svo ógeðslega lélegan þjálfar. Já, akkurat. Hann að gamla að gefa Hugo Broos. Já. Það er alveg power í þessu liði. Já. Þú sást Vantar 2 menn. Tjekkarnir með fínlið og fína fótboltamenn, þetta eru svo miklir íþróttamenn þessi Suður Afrika. Alvöru íþróttamenn. Var töframæðurinn Lyle Foster, var hann á bekknum eða? Já, hann var á bekknum. Kallgrei, hann var rosalega slagur í fyrsta leik. Og satt allan leik. Já, ég var bara alltaf að byrja hvernig allan að pá töfrana einu á þetta. Nei, þetta var alveg fyrsti leikur í Lyle Foster, við sem höfum stutt hann í allan vetur. Það var svakalt að sjá hann. En þetta, svo tekniska liðið bara svo hræðilegt lið. Það veistu hvað, ég ólst fyrir Tékka sem skemmtilega fótboltið. Voru með Porski og svona, voru leikmenn að það. Þú passar alltaf að tala um að ég má ekki tala um gamla tíma eða eitthvað, en þú veist, en maður elst upp við að sjá Pavel Nedved að töfra. Milan Baros, Jan Köller, maður ólst alveg upp við þetta, sko. Þetta er Tómas Rosicki, karakterslaust liðið, alveg karakterslaust, gjörsala. Já, þetta er einhvern veginn ekki droslega skemmtilegt. Og með Krejci sem fyrirliða. Ég skil það ekki, sko. Nei, það er svo sem ekki sterkar skoðunar á því, en sko, Tékkar fara þá í úrslitaleik við skal segja ykkur Mexiko. Það er að segja, þeir verða bara að vinna það. 4 stig munu næja. Þeir vinna ekki Mexiko. En gæti Suður Afrikunni Suður Kóru? Já, þeir gæti gert það. Já, fá endurheimt á 2 leikmenn. Shithole mætir aftur á miðuna. Já. Svakaleg nafn. Og hljóta endur þetta Lyle Foster, hann hlýtur að verið að glíma við einhver smávægileg meðsli í þessu leik, fyrst hann kom ekki við sögu. Hljóta við leigan inni. Gott að eiga hann inni. Gott að eiga shithole inni. Þetta er alveg fár. Hér erum við. Við ætlum að fara yfir í næsta riðil. Og næsti riðil hjá okkur er B-riðillinn. Gerum það með bleika bensínu, allir í bleikum skóm. Nú velur við 4 vikur til að fá 26 krónur af. Herðu, Kanada vinnur Katar 6-0 og Jonathan David með 3. Já. Sko, og svo lætur Jesse Mars þetta allt snúast sjálfan sig. Já. Sko, það voru náttúrulega, sem betur fer, þá var ég bara að líta undan þegar þetta brot kemur. Ég misti líka akkurat af þessu. Já, ég ætla ekki að sjá þetta. Nei, ég vel ekki með því. Löppin fer bara eitthvað. Og rauðspjald er rauðspjald rétt eða var verið að horfa í afleiðingar þarna, Gunni? Já, ég myndi nú alltaf að rauðspjald sé rétt átt fyrir afleiðingarna séu eins og þær voru. Hörmulegar. Já, þetta er svo, já, það er mikið power í, það þarf ákveðið power til þess að brjóta fætur, sko. Það er vont fyrir þá að missa Kóni út sem var búin að vera öflugur í leiknum. Já, þetta var svona, þú veist, leikurinn litaði svolítið af þessu broti því miður, en frábær framistæða hjá Jonathan David og Kanadamenninni bara sprækir, þú veist, bara... Ég held að Katar séu alveg miklu lélegri en við heldum þetta. Katar eru lélegri með. Eitt lélegasta liðið sem ég sé. Þetta var nei, alveg tala um þetta var hræðilegt. Það var bara horfa á hana leik, þetta var hræðilegt. Og það er bara, þú veist, og hefnir að fór ekki bara 8-9. En sko Katararnir geta ennþá bara áfram með vinna Bosníu. Já.
út af þessu jafntefli í fyrsta leik Bosnía valtar yfir og ég meina, þú veist, fyrir náttúrulega betri við þann leika eftir en það var tímapunktur hérna í gær þar sem að Katararnir voru bara í drauma stöðu í þessu riðli Jú ef að Sviss-Bosni hefði endað með jafntefli það stend allt í en þetta er skemmtilegu riðil samt svona hefur komið óvart fyrirfram myndi maður ekki telja hann skemmtilegan en hérna það var svona meðan þessi leikur hann svona, þú veist, það var ástæðan fyrir að ég tók Kanada inn á listan hann umdelda lista þarna Elskar hann þess að jákvæðni í Gunnar núna hann er bara miklu jákvæður, jákvæðari. skemmtilegur og það er einhver aftanur orka yfir hann Er ég það ekki alltaf? Nei, ekki alltaf, bara svo jákvæður í dag eitthvað, og svo þægileg nærvera þegar nærveran er þægileg þá fíla ég sko, hinleikurinn í þessu riðli var Sviss 4 Bosnía 1 Já, það stendur bara í 0-0 leik þar Fyrir áleikurinn þar var kannski svona, ef við bara aftur köllum spaða þá var hann ekki sérstakur hann var skellulegur Hann var líklega sá tíðinda minnsti, ég ætla ekki að segja svo leiðilegast en hann var svo tíðinda minnsti Það var alveg ágætis upplegg hjá Murat Yakin að reyndaði svona overlóta út í vinstra megin með Endoy og Ríter saman einhvern veginn í því svæði en þetta breytti síðan allt bara þegar hann fekk svona meiri eiginlega kantara inn á í Rúben Vargas Segðu okkur frá svona strák, Mansambi bara ótrúlega öflugur og kom líka mjög öflugt inn á móti Katar breytti miklu fyrir þá þar og strákur sem að spila með Freiburg 20 strákur hann gæti alveg fengið stórt múf eftir þetta mót sko því að hérna, hann er við sem er samning til 2030 sig en hérna þetta er svona, getur svona farið á stað með boltan, góður að snúa þú veist, góður inn í teignum fer inn í tegin, þú veist, bara hann er búin að koma frábælega inn í þessum 2 leikjum og hérna, þetta er klárlega leikmaður sem að, ég meina, ef hann byrjar ekki inn á næsta leik, þá er bara eitthvað búið ákveð eitthvað byrjunlið. Sástu hvernig hann fagnaði hann hérna Granit Xhaka? Já. Það var því að, sem veit ég okkur hann var að gera þetta? Nei. Af því að það er búið umtal í Sviss að leikmenn í liðinu þólinn ekki. Hann sé bara svona að terrorisa mannskapina og hann fór upp í stúku og tók þetta hérna. Það sem að ég, sko, mannvinnurinn í mér, hann fór að pæli, sko, hann ekki átt að leifa stráknum að skora þrennu. Að reyna. Það var það fyrsta sem ég hugsaði, bara, sko. Já, þetta er góða punktur. Ég hugsaði það, sko, en kannski er hann eitthvað... En þú veist, samt líka, að þetta er FIFA-mót. Þú sverður eiginlega bara að setja bestu vítaskiptinu af því að þetta snýst um markatölu og það ég rósar Murat Yakin eiginlega mest fyrir það að leið og Bosnía lendi í því að vera mannifærri að þá gerir hann breytingar til þess að fara í enn sóknarsinnara lið til þess að hann skora fyrir mörk sem að síðan heppnaðist þannig að hérna ég bara skil hann mjög vel að þú veist það er ekkert verið að leika sig með þetta setja ekki bestu vítaskiptinu á púntinn. Murat Yakin er algjör snillingur, hann á ennþá minna uppáhaldssetningu í viðtali þar sem hann lýsti landstjálfarstörfuna sem hann sagði að vera einhver þægilegasta vinna sem hann hafi komist í. Sé eiginlega, þú deil ekki gera neitt eiginlega allt árið og að bara ergja þarna fjölmiðlunum. Þetta er þetta að vinna, sagði hann. Hann sagði ég er bara með leiki hérna einhvern einn leik í október og einn í nóvember og þannig náði hann að trilla blaðamenn í róleitunum. Svakalega er hann glæsilegur. Já, og eiga það. Þeir tveir eiga eitt sameiginlegt áhugamál. Sergei Barbares og Murat Yakin. Nú? Á ég að segja það. Gellur. Já, það byrjar á G. Þeir eru náttúrulega báðið mikið í póker. Já, þeir eru gamling. Ha? Já. Þeir eru... Nei, hann er pókerspilari. Já, pókerspilari. Já, Barbares, hann er pókerspilari. Og bara mjög öflugur sem slíkur. Já. Og Murat Yakin finnst ekkert leiðilegt að Þú náttúrulega, eins og ég segi, þú ert náttúrulega bara 14 ára 2008-2009 í stóru pókerbylginu á Íslandi en Hjálmar leiddi hann á Íslandi og var yfirleitt svona, ef þú fórst á þessu staði þá varstu með alltaf einn gamlan hann í horninu sem var að plokka peningana á úlingunum. Já. Það var nú einn úr úlingastarfinu sem að dróð mig nú inn á pókerstaði í fyrsta skipti. Það er upplifun sem að hún er djúpt grafin inn í sálina mína. Hjálmar stóð sér rosalega vel í og sko öðvöld við marga vinnu mína þá er hann betri tournamentspilari en kassspilari. Ég fókusur á það. Hann er ótrúlega tournamentspilari, hann spilar og skoðar non-stop bara, hann hendir og hendir. Svo allt í vaknaði upp með að færa smá lúku og þá veist ekkert. Þetta er geðveikur tournamentspilari. Takk hérlega. Ég skal segja ykkur það, ég var gaman að fylgjast með pókerbylgjunni á sínum tíma.
Tjattið er mjög lifandi. Geiramenn eru aðeins að láta mig fá það óþvegið. Já, þeir eru eitthvað ósáttir Ég við. er hrifinn að sko, þetta er nú bara einn flottasta aðstaða á Íslandi. Það er þarna upp í Ólafsdal. Ekki vera sleiki upp Geir. Nei, það er að síðan sem nei, ég veit það. En hérna, þetta eru mínu menn. Já, Þetta eru mínu það menn. er ekki í báðar áttir en við svona samt halda bara áfram. Nei, það er sjaldnast þannig hjá mér. Hvar ertu kóngurinn? Ég er upp í Múrbúð. Hvað er þetta að pæla? Hvað er þetta að pæla? Já. Og Dóttar fútból í Múrbúðinni, saman hvort það er að kaupa grill eða samfellanlegur stíi. Já, samfellanlegur stíi er eitthvað bestu kaup sem ég hef gert í það minnsta. Nú, Eru þeir með hjólburur? já, hjólburur fyrir bara, hvað þarftu margar lítra? Væri alveg fínt að það væri 300 lítrar. 300 lítar hjólburur. Já. Já. Skoðum það, Förum þangað eftir. Saman á sér rauða? Já, það má alveg vera rauð. Áfram ég með það einu þannig. Arsenal rauð. Já. Herri, við slum kíkja þá næst á sérriðlinn sem er einn af mínum uppáhaldsriðlum í þessu öllu saman skotar sem hafa slegið í gegn í Bandaríkjunum. Já. Þessi gleði sem allt leikur í Ameríku. Við verðum að hafa skot eða íra á HM, sko. Það er ekki Ég hægt. hlakka svo til þessari epic ferð sem við erum að fara í Já. og hitta skotana. Þeir eru, sko, kaninn elskar það. Já. Og þetta er svona algjör ástæðna á milli og öll ameríska þjóðin vill halda skotunum að Já, náfram. er að mæta á beisbólleiki og syngja og tralla og þú veist, eru að brjóta þetta allt upp. Kláruðu bjórinn okkur börum hann í Boston. Já, og svo að talandi menn sem elskar að vera barnum að hafa gaman. Marokko. Já, heldur betur. Það er rosaleg. Við fengum að kynnast því Marrakes. Við fengum að kynnast því Það Marrakes. eru stuðboltar. Já. Nei, þeir eru ekki, ég hef verið þar, þeir eru ekki mikli barmenn, getið sagt ykkur. Þetta er ótrúlega. Tvær skemmtilega þjóðir þarna að mætast. Sko, við verðum á þessu leik. Nei, við verðum ekki Nei, þessu nei, leik. Nei. við erum á Skotland, Brasilia. Guðminn álur. Þessi leikur í kvöld, sko. Þetta er bara... Það er að dætt inn, Þetta er súkulega. gjöf sem gefur. Fáður aðeins meira súkulega að þetta meikjast eitthvað sens. Ég var að missa orku, ég er að ná þessu aftur. Ég er að ná þessu aftur nú. En eiga skotinni sens í Marokko. Sko, munið er ekki bara að spila super tight, bara semjum í aftöfli. Þessi leikur leitar í jafntefli. Rosalega jafnir slikt á honum. Ég er bara svo hrættur að skotinni lendi undir snemma. Það er svona hér Þú ætlar með Angus Gunn, 15 markmann átti á fórustöndi markinu. Er hann ekki ennþá í fórust? Angus Gunn markmaður. Ég held að það sé ennþá hjá þeim. Það er svo margir rosalegt á ef rétt undan Hann honum. er fórust. Já. Þetta er svakalegt. Hann skulle vera aðalmarkur í skota. Hann er bara flottur. Þú Já, mást þeirri já. pappans. Heldur betur, hann var svo flottur. Þurfum ekki að efast um það. En hvort að strákurinn, en ég meina, já, hann er búin að standa sig fínt. Ég held reynu í fyrsta leik. Já. Og skotanir auðvitað John McGinn, maður sá skemmtilega myndir af börnunum hans með Kylian Mbappe. Já, Já. það var mjög skemmtilegt. Hérna, Marokko menn með þennan 18 ára gamla strák sem að allir eru að tala um núna Já, já, nú vil allir fá hann. og nýtt vesinni á Dóttar fútból nöfn eru farin að slá saman kóti með nafnið Gunni minn. Boadi. Boadi. Já. Verðmiðin og honum er bara eins og Marcus Rashford núna. Já. Já. Já, Rashford, já, Já, já. ætlar að Einmitt. setja þá tvo saman. Það er svona verðmiðan sem núna er bara ekkert inn. Já, einmitt. Pældi samt í hann, næstum við 100 leiki fyrir Lill, sko. Já. Hann er 19 ára. Já, þetta er... Ekki eins og orðið 19. Sko, það er sett hérna, það er nú örugglega lítið að marka þetta transfervalue á fótmop, 48 miljónur evra. Þetta er bara 60. Ég kaup hann. Þetta er líka svona, þú veist, þetta er leikmaður sem er oft erfitt að finna en er líklega í nútíma fótbolta ein mikilvægsta staðan í dag. Svona 6-8. Já. Þetta er frábæleikmar. Allan að hann lofar Það vilja rosalega allir finna góðu. þessa Sergio Busquets Rodri típu Declan Rice. Já, ég sá aðeins af þessum strák á live í vetur. Það er að segja þegar maður fylgist með Hákonni. Og gaman að horfa á hann. Nú, hinleikurinn er Haiti, Brasilia og... Svakalega á marga leikmenn á þessu móti. Svakala. Það er bara all liðið þeirra og Já, já. þetta er dreift á öll landslið einhvern veginn. Maður er að lýsa leik og það er bara, já, það er leikmaður Lille, liðsfélagi Hákons Haraldssonar. Skemmtilegt. Brasilíska þjóðin kallar eftir Cunha í liðið, svarar Ancelotti kallinu, Hjálmar. Já, alveg klart. Það er bara garantið að byrja. Cunha. Já. Hann er að fara að hrista upp í þessu vel. Það er alveg svo leiðis. Er það svarið sem að þeir
Já, ég held þurfan. Ég held bara verði að fá. Við sáum bara hvað leikurinn breytist mikið á mótið Marokko. Ég held að hann komi 100% inn í þetta. Við pælum aðeins í byrjunarliðinu hjá þeim. Svona sem markur og hérna miðverður er gefið. En haldið að hann byrja með Cassi og Bruno Gimares saman á miðunni. Já, alveg. Já, ég meina... Ég held að það eitt var að breyta rosalega miklu. Hann tekur ekki á 2-3 inn. Mér hefur fundist þetta overreaction á Brasilíum algjörlega over the top. Já, algjörlega. Ég held að það er að vera miklu betri. Já. Þessi leikur á Marokko kom með geðveik orku þarna fyrir áleik, svo fannst mér að taka svona hægt að róla yfir bara, þannig ég held að þetta verði svona 7-0 segir kóngurinn. Já. Nei. Jú, þetta verður þannig. Brasilia færa á sig marki í svona leik, sko. Herru, Haiti eru með mesta kóngin í markin. Hvað er... Já. Placide. Hvað er á hérna bara að Haiti skori? Að Haiti skori eitt marki í svona leik. Total mörk. Þetta fyrir. Thank you. Það er bara ekki sénskunni. Farðu nú vel með peningana þína. Og passu upp á peningana. Ég er alveg sammála, þú veist, ég er alveg spenntur fyrir þessu Brassaliði, sko. Ég veit ekki alveg hvað, hérna... Þú veist, það hafa verið eitthvað neikvæð? Já, minnst bara ekkit bara út allt neikvæð. Þetta er ekkit, nei, þetta er kannski ekkit, sko... Þetta er ekkert Jóka Bonito-lið. En það breytist mikið, ég get alveg verið sammálaðið, það breytist mikið ef að Kunja kemur inn. Ég er hrifinn af Kunja. Já, ég er hrifinn á hann. Það er skemmtilegur leikmaður. Það mun gefa þeim helling... Paketa frábær. Svona aðeins, Casemiro og Bruno Gimares. Ég væri kannski til í eitthvað svona örlítið meiri, svona eitthvað neginn. Já. Einhverja vél. Það veist, þeir eru bara, eðlilega, Casemiro er bara, frábæran feril að baki, en hann er svona kannski komin yfir hæðina. Hægt alveg spila á þetta Haiti. Já, ég er sammála því. Höldum áfram, ert þú nógu bilaður til að vera að vinna allan daginn og vera safnaður fyrir einhverju sem þið langar í, haltu því áfram og láttu svo Netgyro hjálpa þér með restina. Engar viðkvæmar upplýsingar, heldur bara hjálp til þín. Vinur sem kemur með hjálparhönd, það er Netgyro og þetta er eiginlega komið í, eiginlega allstaðar. Netgyro er góða, getið farið á reiknivélina og kynna ykkur þetta. Förum í næsta riðil sem er D-riðillinn. Það er æði í Bandaríkjónum núna. Það er fótboltaæði. Keyrt áfram af Melania Trump sem að auðvitað kemur frá Júgóslavíu og var ung dama í Júgóslavíu þegar Rauða stjarnan varð heimsmeistari og faðir hennar auðvitað þegar Júgarnir fóru í úrslitaleik HM og Baron Trump auðvitað fremstur í stúkunni meðal jafningja. Já, ég sagði meðal jafningja. Bandaríkin þvílitt ævintýri keyrt áfram af Melania. Nei, það er ekki keyrt áfram af henni, Hjörvar. Það er bara keyrt áfram af frábæru liði, segir ég. Já, þetta er dagur kvenna og þetta er aðeins að ræða konur í þáttunum líka. Já, dagur kvenna, sko, ég skal gefa þeim þetta súkkulaði þetta. Vá, voða skapur þetta. Nei, þú veist, við skulum tala fælið þetta. Melania Trump kemur ekki nálægt þessu. Þetta er frábært lið. Hún er Júgóslaví sem ólst upp við fótboll. Það er sem ég reyna að segja. Já, hvað varst að segja með rauðu stjörnuna? Það var ungstelpa þegar þeir tókuðu það. 18 áfram. Hvað var hennar svona inspiration? Getur það inspiration hjálpa bandaríska liðinu gegn Gunni er rosalega hrifinn af bandaríska liðinu. En ég sko, ég er nú alltaf slegið. Pulisic, það var ekki Pulisic í kvöld, þannig að tóknar kálfa. Það er samt. Og þú varst líka hrifinn af Ástralíu. Þú varst með bæði liðin á lista. Já, með bæði liðin á lista. Ég held að Bandaríkin vinni þennan leik og ég held að vinna hann þægilega, en það er vissulega verra að vera ekki með Pulisic þarna, en þeir setja væntanlega Reyna inn, vera þá með Reyna, Balogun og Dest fremstu þrjá. Þetta hefur maður alltaf smá áhyggjur og það sýndi sig alveg að Rím er alveg, Tim Rím, hann er 38 ára gamall í hafsendastöðunni og það sýndi sig alveg í fyrsta leik þó að mótstaðan hafi ekki verið mikil. Þeir voru í svona flex þriggja manna uppbyggingu í öftustu línu. Robinson náttúrulega ítti mjög hátt. Fríman var stundum að leysa inn á miðjuna og svona. Mér finnst þetta bandaríska lið bara bæði vel mannað, vel spilandi og vel drillað, sko. Pochettino að sína enn og aftur ágæti sitt sem þjálfari. Ég held að hann vinni Tony Popovich og góð. Sko, þú ert þarna með Mark Eaton fótboltans Hjálmar. Þú ert með Harry Suter sem að getur blokkað, hann mun blokka svona 8 skot í kvöld. Það er eitthvað mest í landslísmaður söguna, svo fórum bara eitthvað í Stók og Leicester og var ekki sérstaklega góður. Nei. En Harry Suter er frábær landsmaður
þeir fengu 30 skot á sig út í Tyrkjónum, hann pælið í blokkaði þessu. svona 11. Rosalegt. Það var bara fárulega vel upp settur leikur hérna. Þeir eru 28% með boltan Já. í þeim leik og verður væntanlega ekkert eitthvað brjálæðislega mikið meira núna. Bandaríkjamenn munu einóka hann í þessu leik. Á túri þarna í framlínni það er Norvits-strákurinn Balogun Dark Horse í að vera markahæstur á svo móti skoraði náttúrulega alveg trillt mark þess að hann sýndi styrk sinn. Eina vandamáli mitt við Kanana og ég heldur fáum það ekki að sjá það fyrir 32-16 lústum er markmaður, Matt Freese því að Kanar hafa alltaf verið með geðveika markmaður. Já. Þú veist, á sama tíma áttu þeir Tim Howard, Frídelin. Keller og Friedel bara hérna byrjun 2000. Já, svo sem ekkert eitthvað reynt mikið á hann, þessi Paraguay-leikur var ekkert eitthvað Nei. mikið test. Ég bara segja að þú veist að þeir hafa alltaf átt geðveika markmaður. Jú. Þetta er Harvard-strákur, Matt Freese. Matt Freese. Já. Hann er komin Harvard. Hann kemur á Harvard. Þetta er, ég meina, þú veist það, þetta mót eins og Tómas, vinnur minn, kom inn á hérna í ger, hann var frábærið í ger, Tómas Guðmundsson. Kom inn á að þetta mót er svona í grunn eitt stór sigur fyrir Brynja Ben og og þau. Já, og þetta hann hafði náttúrulega spila mútið Kyle Larin. Ekki glemma Jónu. Já, reynum ekki. Til að mikið með daginn, Jóna. Átulökum með daginn, Jóna. Já, ég var að fara í einleikin sem er Tyrkland-Paraguay. Já. Svona 3 í nótt. Það er einn gallifun daginn í dag að þú er sko með leik klukkan 10 og svo klukkan 3 í nótt. Já. Ég á alveg geta fundið mér eitthvað að gera það er klukkutíma á milli. En ég er að fara að gera helviti mikið, það er unnast í 3 tímar á milli. Já. Þá getur við að því að þurft, þá getur við viðrað. Ég getur gert það, já. Það er alltaf þetta viðrað, sko, Tyrkirnir, það er sko reyndar þannig eins og í nótt, þá verður leikur klukkan 12:30, Haiti, Brasilia, á milli 10. Það hlaut að vera, ég er ekki búin að sjá það. Já, ok. Haiti, Brasilia. Geðvegt. Það er allavega verða allavega einhverja breytingar á tyrkneska liðinu. Einhverja byggðum bæinn dýr í markið, aðrir ekki. Það er enginn að byggja það. Ekki nokkur einastir maður. Ekki nokkur einastir. Hvernig getum við breytt leiknum? Bæjan dýr. Montella kallt greið, hann þurfti að byggðast afsökun eins og við varum búist náttúrulega, þetta var alveg agalegt þarna. Það var ekki gott. Nei. En Paraguay, ég hef litla trú á þeim, því miður. Já, Miki Almirón verður hérna allt í öllu. Já. Gamli Newcastle-maðurinn. Þindalösi, svo þindalösi. Byrju, ok, það er svona alveg 2-11 á Tyrkland. Já. Það er alveg hátt. Já, ég ætla alveg að taka næsta dag á fjallinu þar. Já. Ég er nú þar og glæður. Tjattið er svakalega lifandi. Átni Torfa, Gunni Birgis til að leggja meira undir að spila ekki meira golf í sumar ef Haiti skorar ekki í leiknum. Já. Ég er nú ekkert búin að komast út af völl. Sportzone, það getur við skoða hvað er í beinni. Herðu, hann er með það, Átni Torfa. Er Átni Torfa? Það er geðveikt vel gert, já. Ég er að sitja inn núna. Algjör, snild eins og við krakkarnir segjum. Busquets og Rodri settir á samastall og Declan Rice. Fárveikt segir Young Rich Paper. Young Rich Paper. Ok, þetta er nafn sem ég væri ekki að vera með það. Er Gunni Birgis að pæla í hjólpuru fyrir golfsetti sitt? Góð pæling. Sneið. Já. Ég var nefnilega, sko fyrir 2 ára síðan ætlaði ég að breyta nafnum minni í Young Money. Hætti við það. Sumir að spyrja, herru, þú færi létt hættur í sum breyk núna, Hjálmar. 3 mínútur sem þú færi bara. Finnst þér þetta ekki gott það? Hættur í sum breyk? Já. Það er hræðilegt. Það? Já. En ég er búin að sjá hvað þetta hefur skilað Fox og þá byrja verið eitthvað. Maður hefur séð þetta á Fox og þá bara fara þér og... Herru, veistu hvað? Félagið minn er nú bara út á Spáni. Þeir eru að byrta líka. Þeir byrta auðlýsingar. Já. Þeir eru farin að gera þetta við það. Það er að mjólka. Já. En á RÚV þá sérðu nú bara allt sem er að gerast inn á vellinum. Mæli með líka að fylgja RÚV inn á YouTube, RÚV íþróttir. Þá getur þú séð, ég fæ alltaf notification á mótnana að fá highlightsinn í. Heldur betur, við ætlum að minna líka á ferðapakkana sjálfsög eSIM-kortið. Dóttor Fútból búin að hlaða inn fyrir Miami. Hvað er það? Elska. Það er ekki að gera það. Ferða eSIM-kort, þá bara er ég búin að borga allar pakkan meðan þú lendir í vesinu þegar þú kemur heim með stóran reikning. Það er nú ekki fyrsti stóri reikningunni sem að hjálpa með heim bróðundum. Því miður, skoðum næsta riðil, það er geðveikuleikur á morgun. Já, ég er að tala um leik Hollendinga og Svía. Það er leikur. Hafið þið eitthvað hlustað á öll þessi sænsku HM-lög? Já. Sko, þeir komast HM í mass og þeir eru búin að gera svona 46 lög. Tónlistaþjóð. Sama með normenn. Já.
Báðar þjóðir náttúrulega tónlistaþjóðir. Stóra tónlistaþjóðir. Herðu, eru þið búin að sjá, nú mæli ég með að farin á NRK, þeir bjuggu til sketsaþátt. Eru þið búin að sjá þetta? Nei. Það sem að segja að þetta er ótrúlega sniðugt koncept. Það snúa allir, þú veist, þetta er basically liðið og Stólið Súlbakkan. En Stólið er leikinn náttúrulega. Og liðið snýr alltaf baki í kameru. Þannig að þú veist, það er verið að leika karakterina, það sést aldrei í andlitið á þeim. Þannig að það er bara eitthvað þegar Erling Braut Haaland og þetta er basically, þeir eru að fara til Bandaríkjanna, þeir eru að gista í einhverju skólastofu og eitthvað svona, þetta er hilarious, ég veit að ég er ekki að ná að lýsa þessu nægilega vel. Maður er alltaf spenntur fyrir norska grínunu, þetta var áhugavert. Sko, ég get reynda sagt Hjálmar eitt núna, ég myndi skila alveg þinn hlátur, en normenn eru mjög fyndnir. Ég er bara að segja, maður er ekkert eitthvað búin að fara að sé mikið á góðum norsku grínóttum í genið tíðina, en ég skal kíkja á það. Ok, þetta var burn, ok. Já, sko það er svo mörg sænsk vinsæl lög í gangi núna. Eitt af lögum sem er alltaf spila þegar þið skora, það er Leva for alltid, Leva að eilífu. Við skal leva for alltid. Svo náttúrulega hérna, sko, svo var flutt, sko, ég held að við skulum fara í leikinn. Hendene upp í luftan. Já, ég held að þetta sé sannst. Svo fara í leikinn. Hérna, Svíarnir á móti Hollendingarnir, það voru miklu betri en Japanir og Japanir er ævintýrlega heppnir að ná í 2-2 jafntefli þar. Sko, eru þið hræddir þarna að allir séu bara kátir með jafntefli eða heldur að Hollendingarnir sé, við verðum að vinna þetta? Já, Holland vinnur. Ég horfði á hann að Svía leika á Túnis og unnið á 5-1. Ég var ekki hrifinn, það er svo skrítið. Ég var hrifinn af framlínunni, Nygren, Gyökeres, Ísak. Mér finnst bara miðjan, vörnin, tæft. Já, og kannski Nordfeldt í markinu, ekki kannski þinn kaffibólli. Nei, það var ekki vint Heillandi og Lindulöf, frændi ykkar, það var alveg. Það er svolítið mörg lið á þessu móti sem eru markmanni kannski frá því að vera svona alvöru kontendarar. Já, komdu með Noregur, Bandaríkin. Heldur að normenn væri kontendarar með markmann? Já. Ok. Það er alltaf því. Ég hef ekki hort á norska leikinu eða finnst það vera kontendarar. Ég held að þeir fari nú þegar ég áttar úrslit, þannig að mögulega undanúrslit. Ég var áhyggjur að þeir vinna riðilinn sinn. Hinleikurinn í F-riðlinum eru Túnis og Japanir, þar sem að Túnismenn mæta með nýjan þjálfara. Já, það er svo geggjað. Harfur hennar. Ég elskar svona. Þetta er háum fyrir mér. Rekin upp til fyrsta leik. Sko, ég held að þetta gæti, Japanir var að passa þannig, þetta gæti verið þeirra. Nei. Túnis er alveg lélegir. Skoðið í félagsliðin sem leikmenn Túnis eru. Þetta er alveg lélegir. Ég ætlaði nú að koma með það. Getur verið að Túnis sé lélegasta liða á þessum móti? Já, ég held að Katar sé lélegir. Nei, ha? Jú. Sástu þú ekki á móti Sviss? Jú. Katar? Túnis eru miklu lélegir. Já, það var bara bullleikur. Það er bara, þú veist, ég átti leik með Augnablik sem við unnum Fjölni 1-0 útivelli. Þannig að, þú veist, reyndar ég man eftir. Já, Óli Síkó skora sigurmarki. Þú veist, það getur allt gerst. En þessi tvö myndi spila 10 leiki, Túnis myndi vinna 7. Ha? Nei, Katar. Já, Sviss myndi vinna. Nei, Túnis og Katar. Myndi spila 10 leiki, myndi Túnis vinna 7. Ok. Nei, það er bara svoleiðis. Ég er að horfa á þessu leikjunni, ég er ekki símanum á TikTok eða eitthvað sko. Hann er að horfa á þessu leikjunni og hann er að stúdera hreyfingarnar á leikmannum. Ég held að þetta sé alveg vitamál. Förum yfir í E-riðilinn og Hertz, ekki bara bílasala, þetta líka bílaleiga. Hér förum við og kíkjum á E-riðilinn. Þýskaland, Fílabeinsströndin. Fílabeinsströndin er eitt af þessum liðum sem að heillaði heimsbyggðina og við upplifum öll daginn hans Diallo. Amad Diallo skráði sig á spjöld sögunar. Já, með glæsilega. Og kláraði þetta Ekvadorlið sem allir hafa talað um. Það var bara klárað að hafa strák frá Afríku. Það var fáránlega vel gert. Gæti það truflað Diamante í undirbúningnum að það er verið að bjóði hann á fullu? Það er búið að bjóði hann á fullu í síðustu halva árið. Sko. Diamante, að liði sem fæði Diamante, Guð hjálpi hinnum, hann er rosalur. Heyrt þetta áður. 19 ára. Auðvitað eru heyrt þetta áður. Nicolas Pepe átti líka að vera bara best things in sliced bread, sko. Já, en þetta er eitthvað annað þarna. Já, Nicolas Pepe er talað um hann og Tiana Trump, konu sem þú kynnti mig fyrir á sínum tíma, Hjálmar. Þau eru hætt saman. Ha? Já. Það er sangat allan að Snapchat. Hvað sér? Já.
Í mótinu bara, rétt fyrir mótið í Ég miðjumótið. hef nú aldrei heyrt neitt vitna í... Það er fullt af fréttum á Snapchat. Það er fullt af fréttum þar. Það nægi í svona 90% af mínum fréttum. Það er bara Snapchat. Hasir. Það eru bara hlutlösa fréttir. Já. Þetta er erfitt. Þjóðverjar, er þetta easy fyrir þá? Er þetta bara easy 2-0 eða eitthvað? Já, ég held það. Nei, þetta er fyrirsjónlegt. Þetta er jafntefliða sigur hjá okkar mönnum. Hvenær hafa Þjóðverjar tapað fyrir afrísku liði? Við töpuðu fyrir Serbum 2010. Töpuðu fyrir Japan. Japan, hvað gerist 2018? Þeir töpuðu þar fyrir Mexiko og töpuðu fyrir Suður Kóreu þar. Hafa þeir tapað fyrir afrísku liði? Ég man ekki eftir í fljótu bræði. Allan svona ekki með hana... Ég ætla að segja nei og þetta er sagt án ábyrgðar. Þetta verður mjög spennandi leikur hjá þeim. Nú, hvað er meiri í þessu? Þetta verður frábær leikur. Já, hvað var þetta einleikurinn? Ekvador, Curaçao. Ekvador. Sasserinn. Þetta er bara Ekvador. Curaçao, þetta var gaman. Þetta var bara gaman að fá jöfnunamarkið og fá aðeins svona, þú veist, þeir fengi að fagna einu sinni. Það er ekki bara... Já, við bara elska það. Fengi að fagna einu sinni. Sammála því. Nú held ég að þetta sé búið og þeir skora ekki meir og tapa næstu 2. Nokkuð þægilega. Já. Það held ég. Svo er það bara restin af leikinum þegar áður en við hittumst hér á sunnudagskvöldið. Já, við erum á sunnudagskvöldið. Dr. Fútból, kíkjum aðeins á síðustu leikina, en alls ekki þá sístu. Minna á þá sem ætla að fara í Egilshöllina að njóta lífsins. Já. Og tryggja sér tíma í Egilshöllina á næstu ári. Þar er skautasvell, þar er salur og þar er kærleikur. Og svona kannski stóru leikinir, það er auðvitað á sundaginn er Spánn, Sádi-Arabía. Sádi-Arabíar heilluðu marga í fyrstu umferðinni. Já. Meðal annars þig. Við fáum Belgíu Íran sem að náttúrulega Romelu Lukaku stal fyrirsögnunum. Já, sá kominn af offorsi. Já, gaman að sjá hann. Það voru ráða helviti vel með hann þegar hann mætti þarna á flegi ferðarlega. Helviti í þessu. Við erum búin að kljást einhvern veginn í 70 mínútur. Fá svo hann. Fá hann á sig. Það er alveg helviti skemmt. Þessi Deketelari, þú veist. Þú varst ekki hrifinn? Nei. Þeir vinna takmarkaða magna fótboltaleikjum. En þú varst að tala á hann sem bara góðu punktur að þið finnst nokkur lið vera frá markmanni frá því að geta gert sigildandi. Ég meina að lið sem eru með frábæra markmanni eins og belgarnir. Þú veist, ef þetta verður svona hörku mót bara, menn fara í hörkuna og vera að stoppa leikir í vasspásum og bara, þraukund fyrst 22, tökum svo pásu og endur með stöðuna. Bara, gætu belgarnir bara, er þeir með nógu góðu miðverði í það? Nei. Ok. Mekele er ekki nægilega góður, en Gói er fínn, en Mekele er ekki nægilega góður, en sko, hvort var náttúrulega leit frekar skringil út? Hann var ekkit sérstakur. Já, skallin sem var niður og upp. Já, mjög skrítið. Finna taktin. En belgar, ég held að ekki tapaði 14 leiki bröð. Já, það er þannig. Það er rosalegt. 14 leikir. Já, það er mjög vel gert. Ég er alveg samanlega hér. Þetta er alveg, ég meina, í grunninn náttúrulega snýst landsliðsfótbolti oft bara keep things tight at the back, sko. Já. Þannig að belgarnir geta alveg komið óvart á þessu móti. Já. Ég meina, hvað er að koma óvart? Er það fyrir belgarna, er það áttalugust, undarlúst? Ég er búið mitt. Já, súkkulaði góða. Geðvögt. Skulum gera þetta upp með Kia. Já, 550 kall hérna og þú sest upp í Kíuna. Vera milli sætana. Vera milli sætana og jafnlar á meðan. Og nýtur lífsins. Stoppa rauðu ljósi. Það verður allt í einu næs. Þegar þú ert með gott súkkulaði, þegar þú ert með dokk súkkulaðið. Eða eins og ein vinkona mín sagði, þegar þú ert með dokk upp í þér. Sagði vinkona. Hún má segja þess að brotara. Ég ætla ekki að... Hún er vinkona. Ég ætla ekki að filtera hana. Þú getur reynt að filtera hana eins og þú vilt. Þetta er gamli skólinn. Já, hún er gamli skólinn. Og skamma sér móðalega lítið. Hver á bestur í gæri áhugum? Jonathan David. Jonathan David skoraði þessa þrennu. Það er rétt að taka þegar þú skoraði þrennu áhugum. Mér finnst hann með Suður-Afríku ekki nógu góðu þjálfari, þannig að við getum ekki valið hans sem þjálfaran.
Þó að það haldi lífi í mótinu. Já, sko ég ætla að segja Murat Yakin. Ég meina, hann gerir 3 breytingar sem Ég að breyta þessum leik. Gott kall. Frábær kall. Frábær kall. Vel gekk Gunnar Birgisson. Flottur kall. Það held ég. Já, það er nóg að vera. Engin búðingur. Má sjá hvaða leikmaður bara Katar bara búðingar. Rúf eru fljótar að posta highlights heldur en official FIFA-akkantinu YouTube. Já, segir hver? Arnar Gíslason. 43-49, kallar hann sig. 43-49, það er Bús Yngri. 43-49. Já. Vonandi Kamala. 49. Þú vonar það? 43-49, Já, þetta vonum við það. Herði, getur Gunni sett link. Sko, ég held þetta heiti Humor Teaten. Ég geti tjekka á þessu. Ég held þetta heiti Humor Teaten. Það auðvitað að finna. Herri, fara á smass og passa. Já, please. Please, smössum og pössum. Smössum og pössum. Já, herri, það er YouTube-útsendingin aðeins komin hérna inn í. Já, flæðir aðeins inn í. Já, smössum, pössum og njótum lífsins smass eða pass. Herðu, nú ætla ég að koma aftur með sömu spurningu fyrir viku. Já. Fer gestgjafa þjóð í undanúrslit? Smass eða pass? Nei. Þá er það pass væntanlega. Ég ætla að halda með pass. Ég ætla að halda ykkur báðu við pass, þrátt fyrir að þau sé að heilla ykkur báðar. Þetta voru bæði á topp 5 listanum þínu. Já, þau voru bæði á topp 2. En Mexikóðnir með 2 sigra. Nei. Þetta er pass. Ef að Bandaríkin vinna í kvöld, þá skal ég smassa þetta bara um leið. Hæ? Og það eru unnu Ástralíu. Það eru bara búin að vinna 2. Það kemur rosalegt momentum. Kemur svakalegt momentum. Eins og hann var að tala með Melanie Trump sem er náttúrulega að keyra áfram þessa knattspyrnu bylgju að því að hún ólst upp við að horfa á rauðu stjörnuna. Það var ungstelpa þá. Skorar Kili Mbappé meira en Messi á mótinu. Vá, ég ætla að pass. Þetta er góð spurning. Þetta er mjög góð spurning. Adidas fór í samstarf þarna með syni Zidane sem sett hann í markið þarna hjá Al-Sir og spurning hvort að þið séu með fleiri samstarfsaðila í milli stangana á mótinu. Æ, þetta er svo, þú ert maður velti fyrir sér. Hjörvar. Þetta er svakalegt. Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. Ég veit ekki hvað var í gangi þarna. En síðan nafni það beið nekki. Já. Herðum, svo eru fleiri. Skorar Cristiano Ronaldo 7. heimsmeistaramóti í röð, smass eða pass? Sko, það verður aldrei gert aftur. Við erum alveg saman á það. Það verður aldrei verið gert aftur. Þau verður skoðað mörka meðaltali. Já, en að skora 6 móti í röð, mér er alveg saman meðaltal og eitthvað svona. En að skora 6 mörk í röð, ég ætla að segja að það verður aldrei gert aftur. Ef hann gerir það, sem ég, svo sem er ekkit samfærir Hvað segir þið? Hann skorar ekki á móti. Smass eða pass? Skorar hann 7. móti í röð, smass eða pass? Hann skorar. Smass. Hann mun verið að setja þess að hann muni skora. Þá áttu, sko, Árbæðaskóli, smass eða pass? Já, smass. Við erum að vinna þetta í samstarfi við norska gæðana með það alveg ruglaður sko, ég horfði á þennan Kongo-leik, ég held að þeir myndu fá víti eða eitthvað að myndu skora því. Hann er alltaf að fara að skora Gunnar Birgisson. Smass eða pass? Smass. Úsbekistan, já. Ég held að skora ekki mikið á móti Úsbekistan. Ég ætla að segja pass. Pass, já, ég er alveg eðlilegt, það væri mjög óeðlilegt að einhver myndi skora 6 mót í röð og það mun aldrei gerast aftur. Ef hann byrjar inn á í topp, hvað, er ekki í 8, maður séu ítt aðeins á leikinni hvaða sæti er á heimslistanum. Það er í 5. sæti. Að byrja inn á þar væri óeðlilegt að krefjast þess að framherja í 5. besta landslið í heimi væri óeðlilegt að biðja mark frá honum á mótinu. Já, í raun. Hjörvar. Nei, hann á bara að skora. Það er bara það. Það sjálfsögðu á hann að skora. Ef hann skorar ekki, þá er þetta bara alveg hot-takeið er að segja að skori ekki. Ég hef séð lið vinna mót, það er að segja heimsmeistaramót á þess að framherjarnir sé að skora. Olivier Giroud, það gekk ekkert í honum að skora. Luca Toni, það gekk ekkert í honum að skora. Það gekk ekkert hjá Stefan Gívards að skora. Fór þeir í gegnum móti með 0 mörk samt? Já, Luca Toni held ég að skora 1. Skoraði Giroud ekki þegar... Nei, hann skorar. Smass. Já, smash it up. Þekking er eitthvað sem að ég held að þjóðin elski líka. Já. Ekki bara gjam, þetta er líka þekking. Við skulum halda áfram að kíkja á bestdeildina. Gerum það sjálfsögðu með kjarnanfæði. Já, ég og nafnin eigum í dag 15 ára Facebook-amali. Bítu.
Ok, 15 ár. Já, ætlum við í fagna því eitthvað? já, það ætlum að vagna. Ég þess vegna sendi ég á því í gerð hvort þú verður að vinna klukkan 7 kvölda, því ég ætla bara að grilla. Já. Það er gefa honum lambalæri sneðar. Ég er með 7 og svo er ég á minnætti líka. Já. Hálfveitt. 15 ár. Brasilíu. Á 15 ára Facebook ammali sem að við erum að fagna þessar mundir Já. og gerum það með kjarnafæði. Það eru 5 leikir á sunnudaginn, Breiðablik Káa, F og Þór. Vá. Geggjaði leikir. Bara Allir þessi leikir eru geggjaðir. Vestmannaeyjar Stjarnan, Já. Valur Keflavík og Fram Víkingur. Toppslagur. og svo Krían á mánudaginn. Já. Já. Hvað verða framræði fyrsti til að vinna Víkingana? Af hverju ætti maður að spá Víkingum tapi? Nei. Hefur eitthvað bent til þess? Bara skiptir engum máli hvaða menn vantar, það skiptir engum máli hver móturinn er. Það er bara tapa ekki leikjum sko. En Fram gæti alveg, þú veist, þetta gæti alveg enda með jafntefli, en ég held að Víkingur vinni samt. Sko, Keflíkingar hafa heldur betur gefið eftir. Þetta var ekki tvítrygging bæði, ég held að Víkingur vinni bara svo það sé á hreinu. Já, Keflíkingar aðeins verið að gefa eftir í síðustu leikjum sem var svo kannski eðlilegt þannig að Vestmannaeyingar á flegi ferð mæta Stjörnunni. F-fáingar eftir fyrsta sigurinn á móti Þórsurum. Þórsarar að fá Guðmund Eftir fyrsta Andra. sigurinn á móti Keflavík, á móti Þórsurum. Já, fyrirgefðu. Guðmundur Andri Tryggvason á leiðin til Þórs. Er það frá gengi? Það er, ég veit ekki hvort að fótbolti.net hafi verið búin að staðfesta. Það er reynda fáralega gott, vel gert. Já, þeir hafa verið að vinna í honum. Og hvar kom þetta fyrst fram? Ég hef nú bara heyrt þetta út um allt. Þetta kom nú fyrst fram hérna síðasta föstudag. Hérna, Já, á það er föstudaginn. rétt, það er rétt. Ég er á mér. Fyrirgefðu Það er ekki þú, Gunnar? Jú. Sorry, þarna glemdi ég þeirra Já. skömming. Þannig að hérna, það væri frábært sæn fyrir Þórsara. Já. Þeir hafa reynt mikið og eru svona, þeir eru að leita allra leiða til þess að koma sendir yfir lína. Þeir þurfa náttúrulega sendir. Það er hérna, þeir þurfa eitthvað að snúa við því sem er í gangi hérna fyrir norðan. Það er eiginlega bæðilið sem að þurfa að snúa við svona frekar brösulegu gengi og fá leiki til þess. Ég meina Káa er að fá blika eftir erfiðan leik á Stjörnuvelli og hérna Þórsararnir er að fá F-fáingarna svolítið hátt uppi, tækifæri til þess að kippa þeim niður og búa aftur til smá buffer á þá neðst þarna niðri. Hvað nú? Já, ég er bara að læga kommentunum, þetta er skemmtileg komment. Alltaf- Spjalli lifandi, ég elska bara lifandi spjall. Tjattið er lifandi. Já. Það er auðvitað líka verið að spila í lengjudildinni. Það er leikur sem ég held að Já. svona verði mikill kærleikur. Já, ætti að vera. Það er Háka Grindavík. Já. Það sem að Grindvíkingar þegar að þennan föstudag þá voru það Hákavingarnir sem að rifu lyklana og opnuðu kórinn fyrir þeim. Það er vel gert. Já. Þetta verður skemmtilegur leikur. Þetta verður ábyggilega einhver stund þarna og ég vona að svona að boltinn fá að lifa þar. Já. Ægismenn á móti Þrótti. Ef ég fer í stóruleikina. Sko, Grótta fylgir aftur. Já. Nú verði þið að haga ykkur á pöllunum, Hjálmar. Já, það er náttúrulega, þetta er rosalega leikur, þetta er náttúrulega svona hjammaslagurinn. Já. Og þetta verður alveg geggjaður leikur núna, nú held ég að verða lætið þarna. Já. Ekki sammála því, Gunnar? Já. Fylki komin í undan úrslit í bikarnum og leiðin í úrslitaleikinu öllu líkitum og svo í topparáttinni í deildinni. Aldrei vekja mig, þetta er ótrúlegt. Hverju varst að skjóta inn þarna á leiðin í úrslitaleikinu öllum líkindum? Já, Móti 21. júlí, Á móti liðis sem þið voru að tapa 5-1 Fylkir afturhelding. Móti liðis sem þið voru Hann að er tapa bara 5-1 confident. Við erum að fara að kalla þann leik aftur. Nei. Þannig að þetta verður Sko, skemmtilegt. það er reyndar áhugaverið hlutir að gerast inn í chatinu, sko, Bergur Logi, ef mér skjáttast ekki, þá er þetta sonur Óðinn Svan. Já. Hann F og Þór er ekki góður, við getum ekkert. Það er sneið í þorpið. Já. Það er sneið í þorpið. Óðinn er svona herra Þór. Já. Þannig, sko. Við sjáum hvernig það fer allt saman og minna það, hvað finnst ykkur vera líklega besta markið á HM? Karlsberg líklega besta Og mér markið á fannst HM. markið flott hjá honum hérna sem var að skora núna hérna fyrir Bosníu-Hersekónu, hann er strákurinn sem kom inn á. Já. Mér finnst það geggjað. Mér finnst það alveg fáralega gott. Drýmheitt, sko. En það eru mörk þarna núna sem eru alveg, veist, það var Eitthvað mark sem að hefur virkilega bara sast heima og sagðir, wow. Var eitthvað svona algjört. Á ég að gefa Mbappe þetta? Þriðja markið. Og hvað smendi ég að verja þetta? Jú. Já. Svo var þarna býsna gott mark hjá Sko,
Já. Austuríkismönnum, fyrsta marki Austuríkismönnum. Hérna Baturína hjá Króatíu, það mitt það er þitt mark mótsins. Já. Og þú veist, Messi fyrsta markið frábært. Messi fyrsta markið frábært. Sáðu hvernig Zidane flög í því marki? Já, hann lét marki líta eiginlega verð út. Mér fannst eiginlega besti frasin sem þú kost með. Það var ekki hægt að koma á þjóðvílunum hann undir. Hann var alltaf svona á þunnu, sko. Það var snildar frasi hjá Hjamma. Þessi frasa sem þú ert að koma með eru geðvíkir. Summerville, flott mark. Já, fullt af góðum mörkum komið á HM. Herriði strákur, ég ætla að fá til að ræða eitt hérna, því að ég var að tala við alla í Nokko. Já. Og nú er Nokko og flegi fyrir líka í Noregi. Já, frábært. Hann er rosa ánægð með það sem er í gangi núna í Noregi og salengingu vel og allt slíkt. Okay. En það vildi eins og að ræða þessi ráningu á Rosenborg á Frey. Gunni, sitt sínist hverjum? Já, þetta er áhugavert. Maður svo sem leið og Freyr fer frá Brann að þá hugsa maður að já, þá bara færir hann sig yfir til Þrándheims og lífið heldur áfram. Já. Það var fyrsta hugsun. Já. Svo hugsaði maður, ok, ef þetta gerist ekki strax, svona alltaf því samstundis, að þá kannski mögulega er einhver efi og eitthvað svona, því ég meina Alfreð og Freyr þekkjast alveg. Ég held að Freyr viti alveg hvað Alfreð ætlast til af honum og annars líkt. Þetta er skrítið, því að ég meina, og maður sér alveg, þú veist, nei, ok, ég ætla ekki að segja þetta sé skrítið, þetta er áhugavert, að því maður sér strax á miðlum Rosenborg að þá er talað að þjálfari sem að þykir ekki nægilega góður fyrir Brann sé að taka við Rosenborg. Þessi liður eru samt alls ekki á sama stað eins og staðan er akkurat núna, en það er til fullt af peningum í Rosenborg og þetta er lið sem á mjög mikið inni, þeir eru náttúrulega í fallsæti núna, þeir eru pottet bara einhvers staðar á Marbella að æfa eitthvað núna náttúrulega norska deildin í langri pásu. Þetta er að koma í ljós. Ég held hins vegar hann er gert þetta áður, sko. Já, ég held að út þetta tímabil að þá sé Freyr rétti kosturinn og hann gæti alveg, þú veist, hann mun keyra í gang einhverja geðveiki þarna sem mun skila þeim einhverju. Spurningin er á byrjun næsta tímabils þegar hann fær undirbúningstímabil og allt þetta, hvar liðið stendur þá fáum við svolítið svar við því. Ég held að Freyr eftir að gera frábæra hluti. Ég er samferður það, en þetta er mjög stór áhætta sem að Alfreð er að taka. Ég meina, Alfreð fengir hann til þess að taka stóra ákvæmur. 100%. Og það væri fáránlegt ef hann væri að forðast að taka. Já. Þannig að það er líka bara þannig, þú veist, alveg eins og íslenska þjálfara sem að taka inn Íslendinga, það er, þú veist, þeir eru undir smásonni. Já. Miklu frekar en. Alveg hárrétt hjá þér. Þannig að þetta er bara flott ráning hjá Alfreð og vonandi að Rosenborg ná að rífa sig upp úr þessu vesenni sem þeir eru í, en ég meina, þetta er ekki nema 5 stig upp í 7. sætið, þú veist, Hamkam er í 7. sætið, sko, með 17 stig. Nei, þeir bjarga sér alltaf. Já, það er bara svo mikið að vera. Ég verð hins vegar að fara í enska boltan með Volt. Já, við ætlum að gefa áskriftir hérna á Volt. Það er að segja Volt Plusin, þar sem að hún fær þetta bara sendt frýtt heim til. Já, ég þarf að fara að skoða það. Ég er alltaf að panta en ég er aldrei með Plusin. Já, Volt Plus og nú er auðvitað komið ljós hvernig enski boltinn lítur út á næsta ári og fyrsti leikurinn í mótinu er leikur Arsenal og Coventry. Já, þetta verður gæsa húð. Já, Hull Manchester United er líka í fyrstu umferðinni. Og svo ertu með Manchester City, Bournemouth og Newcastle Liverpool. Já, Brighton, Aston Villa líka flottur leikur. Fulham Chelsea. Brent og Tottenham, geggjaði slag. 2 lundunar. Já. Já, þetta verður veisla þegar þetta hefst allt saman. Ég fengi búlis aðeins til að henda upp Boxing Day fyrir okkur. Boxing Day í ár. Já. Skal ég segja ykkur... Verður Boxing Day svo satt? Já, það er laugardagur í ár. Já, einmitt. Geðveikt. Það hitti bara svona á... Nú setjum ég hérna... Þú ert með United Forest og þú ert með Newcastle Manchester City. Það er náttúrulega þannig að það er reynt að láta lið sem eru nálagt hvort öðru mætast. Þannig að það sé aldrei, þú veist, eitthvað ferast til Lundúna og byrja fyrir norðan. Nei. Og þannig virkar þetta í þessum Boxing Day. Fara á Selhurst Park á Boxing Day. Já, voru eitthvað búin að skoða rönnin eða eitthvað eða allir bara takk bara eitthvað í einu? Nei, Tottenham er með geggjað prógram í byrjun, geggjað. En ég sagt ykkur að mæmánuður hjá Tottenham hann hellaður. Já. Þannig að þetta er byrjunin frábær. Við erum með Brentford, við erum með Newcastle, við erum með Nottingham Forest og Everton. Hvernig endið þetta? Svo Arsenal, Chelsea, United, Coventry er að gera til mér og Aston Villa. Já. Það er alveg snúin byrjun hjá Arsenal líka, sko.
þeir eiga Coventry og svo Aston Villa úti, Chelsea heima, Sunderland úti, Brighton úti. Alveg Sýnd við henni ekki gefin. Já, svo þetta ofurbikarinn líka, evróski ofurbikarinn. Já. Nei, auðvitað. Nei, PSG fyrir það, sorry. Já. Býtu, þú var að tala um Community Shield. Já, þannig að það Átti þetta að vera eitthvað skot? Gabriel, brenda af hana, viti. Það var bara létt burn. Ég einhverjum burn gýr í dag. Það má brenna smá. Ríktur á mig að hendi. Eitt... Svakalegt erður. Það ég... Já, það nóga spurningum hérna. Ég að panta mér annan bræðarefinn í dag og Walt. Sko, Árni búinn að, þú veist, það mætti nú alveg... Hann komið king. King Árni. Já, hann frábær. Já, við ætlum passa okkur að vera ekki bara í chatuna því að það líka fólk sem hlustar á Spotify, SoundCloud. Já, þess vegna að lesa spurningar. Já. En munið að íta á follow allt þetta og merkja subscribe og allt á allstað sem hún tekur ykkar podcast, það skiptir Dr. Fútból miklu máli. Það líka minni ykkur á það að ég ætla að bjóða einhverjum hefnum með mér til Manchester og leik í Norður Englandi ef þið tækir myndaði sem er búin að kaupa Dock súkkulaðið sem kom út í dag og það er, eins og ég segi, ferð fyrir 2, ég er farastjóri og ef þið haldið með liðið sem býr í London eða eitthvað, þá tökum við bara út í leik og eða finna einhvern skemmtinan leik í neðri deildurum, við förum á þetta allt saman. Þú máttum að sjálfsögðu minna líka. Við fórum ekki, já, má ég ekki koma með? Við fórum enga ferð. Þið náttúrulega fóruð á einhverja 12 leiki. Ég sá engan leik. Við förum saman eitthvað núna. Við förum eitthvað saman núna, kallið minn. Eigum að taka bara vinnir og lúsina með 66 norður. Heldur betur. Gráðum norður, 100 ára í ár. Til hamingju með það. Dr. Fútból með 66 vandamál, en kannski útvistu, þetta er kannski ekki eitt. En einhverju vinnir að strákar sem að svona hoppa og maður svona með gulla í gólfinu. Þetta er svo sem fór ekki eins og við vorum að vonast eftir. Nei, hann er vinnir, strákar. Já. Þetta er sturlað að vera komin þarna, sturlað. Já. Leifum hún að Að vera setja komin á mótið. Þetta er bara fyrsta. Já. Þetta er bara fyrsta. Já. Þetta var, eins og ég segi, maður var farin að gera sér einhverjar fáránlegar væntingar. Maður var að horfa í köttið því að það var svona bara... Já, þetta er... En þessi völlur er náttúrulega grimmur. En ég held að myndi hjálpa honum hafandi spilað á Íslandi lengi vel að erfiðar aðstæður. Það voru mjög erfiðar aðstæður. Mikill vindur. Já, ég get sagt þér að Bretarnir alveg að díla við erfiðar aðstæður og allt þessi kallar. Já. En frábært nokkuð. Það voru margir að ströggla hann í gærsamar. Margir öflugi gólvar. Spón og einhverjir. Já, Wyndham Clark var að spila ansi vel þegar ég hætti að horfa. Endaði á Eagle. Hann er efstur. Já. Hann er efstur. Ég minna Víkingar. Ég ætla að segja hérna hér og nú, ég held að Óberg takki þetta. Ég ætla að líka velja Dana White sem vinnur. Þetta Freedom 250 að því ég náðu ekki orðað í beinni, þetta er flottasti sporting event sem ég séð. Þegar að þótturna fóraðna yfir Hvítahúsið. Þetta var sturla. Þá var ég bara með, sko, það er ekki oft sem ég verð bara svona af gæsahóð. Ég vissi ekki alveg hvert ég átt að fara þegar að þótturnar flugu yfir. Og Freedom 250. Þetta er flottsta flyover sem ég séð. Ég ætla að velja þetta heimsmeistaramót bara í heildsinni. Mér finnst bara allt vel hefnað. Vellinir eru náttúrulega geðveikir. Svakalir. Mikil stemming á völlunum. Allt einhvern veginn, allar þessar breytingar. Allt liðið labbi inn á völlin. Mér finnst það geggjum nýjung. Þetta er bara ótrúlega vel hefnað. Mér finnst það frábær nýjung. Mér finnst, umdeild skoðun og allt það, en mér finnst vasspásunar vera geggjum nýjung. Að dreipa leikinn svona, í alvörunni. Nú ertu að tala um sem þjálfari eða hvað ertu að tala um? Ég er að tala um sem fótboltaáhugamaður. Bæði af því að við erum að tala um alltaf, þetta eru leikmenn náttúrulega sem eru að koma úr svívirðilega erfiðum tímabilum, margir hverjir. 50-60 leikir eða eitthvað svona. Ég held að þetta hjálpi allt við að gera leikinn betri. Að stoppa leikinn svona. Ég held að þetta hjálpi allt við að gera leikinn betri. Og við erum að sjá fullt af þjálfurum sem eru að nýta þetta til góðs. Sjáum króatíska þjálfaran Zlatko Dalic, Þetta er bara ekki hluta leiknum. Það á ekki að stoppa svona leikinn. Núna er þetta hluta leiknum. Þetta verður aldrei hluta leiknum. Nei, þetta er það á þessu móti. Alveg saman hvort að þú sért sammálaða ekki. Þetta verður ekki afnumið á þessu móti. Þannig að þú þarft að aðlega þig bara eftir breyttum aðstæðum. Alveg svo þegar það er mikill vindur á hólunni til hægri, þá slærðu aðeins upp í hann til vinstri. En bara, ég skal alveg bera virðingu fyrir þinni skoðun, en ég gæti ekki verið meira ósamlegaður. Ég er mjög mikið á móti. Fyrsta sinn, Nei. Ætlum við munum einhvern tímann á að
flöt saman við tveir. Já, við vorum náttúrulega stundum saman Haugasund, manstu? Já, Núna höldum við saman með Rósenborg væntanlega. við höldum saman með Þannig að það er nú alltaf eitthvað sem við kemdu og svo hefur nú eitthvað líka verið að koma til mín í Philadelphia 76ers. Já, vel gert. Já, ég get alveg ekki það. Herðu, Fossin er með happy hour alltaf yfir Englandi. Já, gaman. Það var helviti gaman þar. Já. Nú, Ég ætla að fá að velja Auðun Blöndal í kjölfarið. Já, hann fær að vera vinner. Geiramenn, ég ætla að velja Geiramenn og framara, vinnara. Fyrir að hafa verið virkir á tjattinu og flottir. Nei, ég dyrka fram sko. Þeir vinna Víkingana, ég ætla að segja hér og nú. Það er einn að spyrja hvað er frétt að Doc 66 hérna kuldagólum. Ég fekk bara að heyra frá Sigga Stormi að við varum á leiðin í besta sumar ever. Ég meina, þið búin að vera úti síðustu dag? Ég hef ekki náða að vera úti. Ekki náða að vera úti en væri gaman. Væri vissulega skemmtilegt. Af Hjálmar hann hafa aðeins meira súkulega. Já, takk. Gagga. Þú veist það, Hjálmar sé ánæður. Og Rikki gefa líka ánæður. Það var að hann tók fyrir mig mínu uppáhaldslínu. Sjö hvað þetta er gott. Já. Þá var ég bara eitthvað, þetta er... Þá var ég glaður. Já, svo var ég neyjað með Einari á hættulustu götu landsins, Dalveginum. Einn enn vinner, áhöfnin á Hval 9. Já, sildi með gæjana. Það er bara bravo frá mér. Já. Það er bravo frá mér. Já. Hann fór með þeim. Hann fór bara með þeim. Þeir leiði hann bara á fara með. Á sama tíma hann lúsir. Þessi Bjarni Jóhansson, hann er með eitthvað hérna. Bítu. Þetta fannst mér bara einn besta spurning bara í sögu neyjaði á sko. Já, myndi landslið leiðilega fólksins með sinni einstöku hjartalíu vera á Alrás RÚV. Hann stillir upp þarna landsliði leiðilega. Þetta er Bjarni Jóhansson. Ég er nú eitthvað mest Bjarni Jómaður sem hún finnur sko. Þetta er að verða the real Bjarni Jó. Tjekki á þessu inn á Dóttur fútbolleikmenn bara saman tíma og tekja mynda af ykkur með dóksúkulaði og getur unniferða á ænska boltan. Það ekki þá skoðið þetta. Ég nefnir ekki að lesa þetta alveg allt en þetta er meinfyndið. Nú væri Hjálmar ekki líklegri til að koma að gagni á hvalavert viðvertið. Það væri til í að grípi. Já. Hann væri búin að finna einhvers stað til þess að leggja sig. Meðan að hinu væri að gera allt. Já, alls konar mun Úsbekistan Kongo verða mest spennandi leikur mótsins. Gæti vera frábær leikur. Já. Nú Hjörvar að fara að keppa í götuspyrnuna á bíladögum á Akureyri. Ég vil læra að missa bíladögum maður. Nei, ég verð ekki á bíladögum í ár. Ég var á bíladögum 2017 og ég og Kjartan allir fórum þá. Þetta er frábær hátíð. Geggjað. Og þarna kemst í tengsl við svona eina alvöru menn á Íslandi. Nú var ég hjá mig til að setja gamla góða 200 skallin undir að Tottenham endi ofar en Arsenal næstu tímabili. Þorgeir ánáttúrulega nóg til sko. Ég veit ekki hann ég er kannski ekki alveg til í 200 skallin en ég skal taka í höndun á Gunna upp á eitthvað. Ætlið þið að forpanta GTA 6 í næstu viku? Hvenær kemur hann? Hann er að koma. Hvenær kemur hann? Bara í næstu viku. Hæ? Já, það er forpanta næstu viku. Það er rosalegt. Ég er að fara að spila hann í jólinn. Wow. Já, við skipum öllu sem á eitthvað með pólitík og svona að gera sem að vera bara í skemmtunni. Það er einan að góð, ég má aðeins, hefði Gunni getað höndla Brynborgarinn hjá Hjálmari notuðbílum, ekki séns. Af því að þar varstu líka að vinna vantilega á bónusum og þá er kannski þeir sem eru í inniskóm, þeir eru alltaf í vesinu, það er bónus. Nefnilega málið, sko. Það er eiginlega ekkert verra en fastar tekjur. Nei, alveg hárrétt, það er að versta. Ég er í svona 23 vinnum hvergi með fastar tekjur bara hvergi var að gráta því skotin alvöru pappi hjamma það heit aldrei Herru, Hilmar Ægir spyr mun Gunni horfa á dýrin mín stór og smá í kvöld sem verður á Alrás RÚV? Nei, ég get það, ég er að vinna ég er að lýsa á saman tíma á Dokk er með að hjammi sé að mæta með orkun á kynlífskastalanum yfir í Karlsberg kastalan. Nei, ég hef alveg alltaf getað að vorka mig að þeir kemur neyfir. Þá fer ég bara í ákveðinu svona stellingar. Var eitthvað kynlífsrugla á okkur í gær? Nei, það var ekkert. Það var langur dagur í kakakastalanum. Það var heldur langur. Fór hjammi í strípur á slipnum kortir í þátt. Er þetta eitthvað ljós? Herðu. Já, þetta er Marteinn sem var. Þetta var ótrúlega myndalögu gaur sem satt í stólnum. Ég kveikti ekki strax. Martin. Vá, sá er myndalögu. Já. Glæsilegur. Var Gurinn að lesa nýju Coca-Cola ölsíkuna fullri innlifun? Já, flott ölsík. Ég elska þess stærstu nöfnin út á allan heim er í þessu.
Já, vel gert hjá Mjög vel gert, mínum takk manni fyrir það. að landa þessu. Já, Nú, herri sjá. Villi meina hérna, ég hef svolítið verið á móti Aston Villa. Skal við ekki að Villi segir, Hjálmar eitthvað mildast eftir sinni hvert Aston Villa? Ég skal við ekki allir sem að kvart Villi yfir Hals. því að fá leikin og mörkin undan í símanum, fá ykkur afruglara. Já, Þá leysið þetta. Það er allir að hafa sambandum með og láta byrja mig að væla yfir þessu. já, Fá ykkur afruglara. Já. Það er ekki þetta að gera í þessum öppum. Mennar væli við mér við vikingarna í að 3 mínútum áður hefði fengið eitthvað notification. Fá ykkur afruglara. já. Hætti þessu væli. Ég er búin að tala um þetta margóft. Hætti í símón, slökkuð á notification. Það má líka stundum alveg stöður í núinu bara. Það má Já, alveg stundum. það má alveg stundum. Mun Ronaldo verið byrjunarliðinu næsta leik? Nei, já. Já. Ok. Þetta var góð spurning og fullt af góðum má ég ræna pappaspjaldi Dokk? Ólafur Jóhann spyr. Mátt kissan. Það er sem ég vil að gera. Elmar Freyr Eliasson, nýr shit scrapper. Loving this shit. Já, She bro. Geggjað. já. Svo bara eitt Magnús sem er bara flott komið. Mexiko, Bandaríkin og Kanada. Öllu bara innum. Flottu fótbolti. Já, vel gert. Stundum er bara Elska gaman svona líka að fá jákvæðni. svona Já, Elska svona jákvæðni. falleg skilabóð sem að og það þarf ekki, það kennur okkur það þarf ekki alltaf að vera dónaskapur. nei. Nei, aldrei. Sendi líka bestu kveður upp á skagamenn sem eru með hið glæsilega Norðurálsmót. Já. Maður er ábyggilega helviti vinsæll núna að vera ekki staddur þar. En það er svona leiðilega þegar maður er alltaf vinnandi þá þarf að sinna því. Já. Já. Ætlar Hjör að mæta á þjóðatíð eða kemur hann ekki fyrir en Ingo fyrirgjöf. Koma þjóðatíð. Ég var alveg til í að mæta þjóðatíð. Aha. Einn dag. Já. Ég veit ekki að gera það 3 daga. Tökum við ekki sunnundaginn dokkarinni bara. Þú vil að gaman maður. Með þyrlu. Já, mæta á að vera í brekkunni. Þyrlum. Lenda kannski bara á hérna eitthvað 7. hólu eða eitthvað. Búm, búm, búm. Já, förum í El Grande með vinnum mínum í lagningu. Það er kóðið þar, Dokk 15% af. Þú getur auðvitað lagt þarna rétt fyrir utan Sandgerði eins og Hjálmar gerir þegar hann fyrir á flugvöllin. Eða þú getur stoppað í P2 hjá mér og knúsað þessi indælu hjón. Afhent þeim bílinn, notið lífsins og farið með lagningu. Það væri gaman. Ég nota það næst, núna. Já, þú kemur bara með mér. Það er verið gaman. Já. Herðu, Er þið ekki að fara saman? jú. Já. Herðu, nú ætla ég bara að fá menn sem hafa skorað 3 á HM. Menn sem hafa skorað 3 á HM. Já, Það verður stutt. og ef að leifa gamla mannum að byrja núna. Gunni, því að ég held alltaf með þér. Sko, ég ætla að býða með einn, þannig ég ætla að setja þennan núna og fer ég bara það nýjasta, Messi. Já, Já, það er nú reyndar ekki svo nýjasti, það er Jonathan David. það Jonathan David, já, rétt. Og nú ætla ég að fara aftur í tíman. Ég held að það sé rétt hjá mér. Skilacci. Salvatore Skilacci, var hann ekki með 3? Þóri Silassi, ég trú ekki að þessi leikur sé bara Nei, ég trúi þið ekki. á... Ég trúi þið ekki. Var hann ekki með 3 í leiknum? Kom hann bara inn sem varamaður og setti... Nú er ég að skoða... átti ég að fara í Paolo Rossi? Er ég að gera mistök? Sko, ég var að gefa honum Páll Rossi. Sjálfmar, nei, það Gunnar. Gefa hann Páll Rossi. Já, gefa honum það, því að Salvatore Silassi var rámt hjá þér. Var hann að hugsa þess? Kylian Mbappe. Ég er bara svo mikið Kylian passion. Mbappe. Ég er alltaf í svona passion. Já. 3 á HM. Sko, þessar frægu 3 Já. sem við séum ekki enn tíðina. Mhm. Verður þú alveg með þetta, Gunnar Lás? Nei. Ég þor ekki að segja það, en mér minnir það að hann hafi sett 3 Já. og ég ætla að fara í Romario. Hann fer í Romario. Er það að ruggla í mér? Er ég bara með minningar af ykkur svona... Já, ég held ég verði bara að stoppa þig hér með... Máttu bara, Gunni, komdu með samt ef þú ert með ykkur sem að... Ég ætla að fara í Miroslav Klose næst. Já, Klose er náttúrulega klikka... Já, meðan áðan, sko. Já, meðan áðan í öðru. Já, sko... Já, meðan áðan í öðru. Maður var alltaf vonast til að fá Ronaldo. Ég ætla að fá Ronaldo. Já,
Ég átti alveg nokkra, ég bjóst nú ekki við að Ég var að vinna reyna einhvern veginn að taka þessa nýju inn ekki þessa venjulegu En rússin sem að Rússin sem vorum að tala um Já, nei, þú ætlaðir að segja sem það Hjörvar stala með áðan. Ég hefði það getað sagt það Hvað rússi var það? En sko, Sýnleg, Oleg svo komst á með Just Fontaine, þú sagði Ég sagði Just Fontaine Já, og Já, hann stundum er ég bara að reyna að vera Ég veit það, þetta er minn galli Ég er alltaf að reyna einhvern veginn að vera aðeins of að koma upp sem er kannski menn hverju bjuggust sagði ekki ekki bara við eitthvað. Pele? Ég Pele, Just Fontaine, ég hefði getað sagt það Og Gary Lineker Gary Lineker, ég ætlaði að segja Gary Lineker Ég hugsaði, Hættu nei, við? nei, ég hugsaði Ég vissi að hann myndi aldrei segja hann Nei. Þannig ég ætla að eiga þetta inni til þess að Hver skoraði svo þrenni úrslaleik hérna fyrir England? Já, ég skal alveg viðkynna, þetta er alveg Þetta voru taktíksleg séð Þegar ég sett upp hennar leik þá var ég að Ég veit það. því að Gunni Já. vinnur alltaf þá sé að Nei, tapar hann kannski það er einu reyndar ekki rétt Þú ert alveg, þú ilsi fiski til langa tíma sem við vinnum Nei, hann var líka síðustu En svo er ég náttúrulega núna, við erum að taka upp á skrifnum tíma og ég er ógeðslega svangur sko. Já, en Eina sem ég ég var borðaði er samt að láta það fá Eina vel sem af ég búin að borða súkkulaði. er Meistarið David Beckham líka hérna Já, Sko, Budra Genjó hérna Emilia bútur ekki nú, gammurinn Já, þú Ég þekki þetta allt saman Preben Gilassin, Já, Igor Belanov já. Þetta er allt þrennur sem þú ættir að muna eftir já Gabriel Ómar Battistuta hefur skorað hérna 2 þrennur Nú, þannig að Er hérna eitthvað spánverið, David Harry Villa? Kane Hjörvar, það snýst þetta ekki að ég hef ekki málið, það er taktingin sem ég skoða Þetta var ekki það, ég vissi ekki, þetta var bara taktingin Ég var að býða með fullt af mönnum Herri, ég ætla að Það þetta eiga var bara taktikina og ég hef ekki skorað þetta jafntöfli að það var bara taktikin sem klika Jú, hann átti fullt af Það er fullt leikmönnum inni hann átti það mikið Fullt af leikmönnum inni. ég held að þetta verði bara Þetta var jafntefli. skrítin dagur Þetta var skrítin elgrandi, sorry með þetta Já. það verður ekki sem skrítin það er Dóttar fútból, þakka fyrir sig ég verði á sunnudagskvöldið og Svo er þetta að fara út já, þannig að Guð bless ykkur Mhm. fullt af spurningum að Já. hjammi í ruglunu love it Já. Það er margir Hvaða það er lið er alltaf hjá með að fara að einhverjum stjórna í fútbolmanager á Peterbro, þessum tíma? Peterbro Peterbro, Dóttar fútból, þakka fyrir sig á föstudegi verið duglega að versla súkulega, þetta kostar ekki með 550 kall í